Við skulum kíkja aðeins á bókin hennar Jónínu Leósdóttur, Eddumál 2, stúlkan sem enginn saknaði. Þarna hún áfram að spinna þráðinn með Eddu sem eldri kona í Vesturbæ Reykjavíkur sem fer að leysa sakamál. Já, henni leiðist lífið sitt en henni leiðist ekki mannlífið. Nei. Og bókin byrjar á því að hún gengur fram á unga stúlku sem situr á bekk og kemst mjög fljótlega því að sú stúlka er dauðvona, hún er með hníf í brjóstinu. Okay. Og hún kallar á lögregluna og það vill svo til að tengdasonur hennar er mikill svona lögreglumaður. Og það farið að rannsaka málið og lengi vel veit enginn hvaðan þessi stúlka er komin. Fljótlega kemur samt í ljós að hún er norsk stúlka sem hafði verið au pair á Íslandi og smám saman fáum við að vita hvernig stóð á því að hún var þarna og þessi forsaga hennar á Íslandi, hún er komin aftur til Íslands eftir mörg ár og þetta er sem sagt morðmálið í sögunni, stúlkan deyr. Svo annað mál í sögunni. Svo nefnilega hitt mál. Svo svona hliðarmál, hún teflir þessum tveimur svona aðdraflega sitt hvort þráðurinn í bókinni og þar fylgjast við með fjölskyldu, íslensk, spænsk, ensk fjölskylda, búsett á Englandi og íslensk móðir með uppkomna dóttur og kemur hingað til lands með eiginmann og dóttur því eiginmaðurinn og dótturinn skrifa saman bækur og ætla að taka þátt í alþjóðlegri barnabókmenntahátíð í Norræna húsinu, sérstaklega náttúrulega óþægilegur og dularfullur félagsskapur þar. Og þar í gangi svona bara mjög óþægilegt og órætt fjölskyldumála sem maður veit eiginlega aldrei alveg hvar maður hefur neitt þeirra. Og það svona kannski rauninni sagan sem að hélt mér betur en betri saga en morðsagan. Þrátt fyrir að enginn degi, sko. Þannig að mér finnst líka að þetta svona kósí krimi, þú veist, Edda, það ekkert, engar pyntingar og ekkert svona mikið ógeðslegt þannig. Ég ekkert frá því að Edda mætti bara einbeita sér að einhverju svona ráðgátu og einhverju óræðu svona eins og þessu fjölskyldumáli. Hvernig hefnast þetta hjá henni? Þetta náttúrulega önnur bók, ég erfitt að taka, koma með eina bók og fara svona með næstu. Ég alveg sammála því, mér finnst sagan af spænsk-íslensku fjölskyldunni og öllu því svona dálítið svona hroðalega fjölskyldulífi sem það lýst vera, en sem ekki glæpamál samt, vera svona feitibitinn í bókinni og ég verð að segja að maður þarf svona svolítið að gangast inn á sögulokin í stóra glæpamálinu. Það ekki alveg, það dálítið svona... Það svolítið að bara pakka efasemdunum aðeins í tösku og skilja þær eftir þegar maður byrjar að lesa. En ég alveg til í það fyrir þessa tegund bókmennta. Já, og Edda er frábær karakter og allt gallerið í kringum hana skemmtilegt. Það mjög líflegt skemmtilegt.